Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Það nýtni vika í gangi hérna á Akureyri núna og við þurfum aðeins að heyra meira hana. Til mín eru komin Rut og Jón Birgir. Velkomin. Takk. Þið eruð frá sviðinu, vil ég segja mig hvað það heitir? Umhverfis- og mannvirkjasvið. Umhverfis- og mannvirkjasvið. Og þið eru svona haldautar þessa nýtni viku. Segið okkur aðeins í hver hún felst. Heyrðu, nýtni vikan samevrópskt verkefni Já. og hefur verið haldin í nokkuð mörg ár. Þetta í fyrsta skipti sem að við erum með. Já. Og þetta semst eitt af markmiðum í umhverfis- og samgöngustefnu bæjarins. Já. Þannig að já, með þess að hún hefur verið með í fyrsta sinn. Já. Og þetta gengur svolítið út á bara að skapa umræðina. Já, gera fólk svolítið meðvitað að við erum að henda gríðarlegu drasli. Það snýst í rauninni að minnka úrgang Já. og nýta hlutina betur heldur en Já. að gert í dag. Já. Við höfum svolítið verið kannski Íslendingar, eins og kannski aðrar þjóðir, við höfum svolítið verið að kaupa, nota einu sinni og henda. Er það ekki svolítið? Jú, Eða hvað? það mjög mikið um það. Já. Við þurfum að reyna að minnka það og gera það svolítið smart og sexy kannski að nýta. Getið þið hjálpað okkur og gefa okkur einhver dæmi hvað við getum nýtt betur? Við erum alveg duglega að nýta hérna á Akureyri eða á landinu. Já. Ég meina Facebook-síður eins og Nytjatorg á Akureyri og sölusíður annað er náttúrulega bara, þetta nýtni. Fólk að reyna að koma í verð, en svo má spyrja sig, má ekki lengja kannski tíma sem við getum átt þessa hluti, en sumt náttúrulega eins og fatnaður á börnum og annað, hefur bara ákveðin líftíma, krakkarnir vaksa, þannig að það er náttúrulega að gera að koma sér í notkun annar staðar. Jú, við áma kannski líka að spyrja sig að því hvort að fólk búið að kaupa allt og mikið af fötum þegar svona síður ploppa upp, sko. Og sko Rauði krossinn hérna á Akureyri, hann með rosa fína verslun, þessi flík þaðan. Hefðu þið giskað á það? Nei. Aldrei. Geggjað fínt. Kostar ekki mikið og þar fá flíkur framhaldslíf. Gáma eða sorp, hvað kallum við þetta, gámastöðina? Gámasvæði. Gámasvæðið. Af því ég flutti hérna frá Mosfellsbæ, þá fannst mér þetta pínu flókið með klippikortin, en þetta eitthvað sem komið til að vera, það ekki? Jú. Og hvernig hefur þetta breytt aðstæðum þarna upp frá eftir þessi klippikort komið, þekkið þið það? Þetta hefur breyst mjög mikið. Þú lýst þessu skemmtilega á það var svolítið svona ringulreið þarna í gangi. Já, þegar þetta var opið þá var þetta nánast eins og einhver félagsmiðstöð á tímabili og fólk var að skoða í gámana og jafnvel að taka hluti sem komu svo daginn eftir á gámasvæðið. Ég man þegar ég var alast upp, þá var sko farið upp á ruslahauga. Þá fór fólk að heyrða eitthvað dót upp á ruslahauga. Það er náttúrulega búið í dag, Það er sko. búið. Það er búið. Það er kannski sá hópur sem er að reyna að finna einhver gull og svona gersemar í ruslinu sem... Það getur verið, en við erum með nytjagáma á gámasvæðinu. Já. Og það er þegar fólk er að koma með heillega hluti þá getur það sett í nytjagáminn. Já. Sem þeir taka svo úr hjá fjölsmiðjunni og Rauða krossinum. Já. En það er ekki nytjagámar á þessum grenndarstöðum? Er það kannski til að koma í veg fyrir svona glundróða eins og skapaðist þarna upp frá? Eða? Já, það var nú bara tekin ákvörðun að hafa þetta fyrir endurvinnulega efni, eingöngu. Já. Og gámasvæði væri þá fyrir annað. Já. Það má kannski bæta við að þegar þú kemur á gámasvæði, þá náttúrulega þarft að framvísa klippikortinu til að mega fara inn á svæðið. Já. Og á svæðinu eru 2 rampar, rauði rampurinn og græni. Já. Og græni rampurinn er rauninni sömu efni og þú kemur með á grenndarstöðunar, en það kostar ekkert að klippa. Þú ert bara að sýna kortið þitt ef þú ert að fara á græna rampinn. Þannig við hvetjum ef fólk er með stóra losanir að fara og nýta frekar þangað upp yfir. Já, bara þannig að bara veifa kortinu, ekkert að láta klippa það. Ekkert að klippa. Og þú veist að það er alltaf þessu umræða að grenndagámarnir séu fullir. Já. Þannig að fara með maglósirnir upp yfir. En ef þeir eru fullir þá er þetta að hringja líka og láta vita það ekki? Ef maður kemur að fullum gáma og kemur einhverju slí? Jú, það er komin upplýsingaskilti þar sem eru allar upplýsingar grenndagámana og hvað skal hringja ef þeir eru fullir. Þess kannski er að geta eins og Rut segir að fólk eru ofta að koma með mjög stóra farma og það er ekki að brjóta saman umbúðirnar. Það er svolítið mikilvægt að gera það. Og þeir fyllast fljótt. Skynjið þið einhverja aukna eða minnkaða neyslu svona því þið getur svolítið lesið í þessa í tölur? Í gámana líka, hvað eru fljótar að fyllast? Eru fljótar að fyllast fyrir jólin eða hvernig? Ég sjá náttúrulega í kringum, sérstaklega eins og hátíðir, að þeir eru að fyllast. Já. En það er alveg staðreynt að pappír og plast, það er að koma meira af því. Já. Akureyringar eru mjög duglegir að flokka, en magnið er bara að aukast. Það er að aukast? Já, og við teljum þetta að vera bara fólk er að kaupa meira og meira og meira. Meira og meira og það fylgir orðið bara miklar umbúðir því sem við erum að kaupa. Maður kannski pantar sér einn hlut
og magnað umbúðir sem maður er að fá. Er ótrúlegt. Þetta sé mikið gegnum netverslun, haldið að það sé mikill þáttur? Eru Akureyringar duglegir að versla og fá sent í pósti mjög innpakkað eða? Ég man alltaf að sér það sem maður fær frá Kína, þetta er mjög mikið af umbúðum. Já. Og þessi nýtnivika, það er allskyns í gangi það ekki til að vekja fólk til umhugsunar. Það passar. Getið þið nefnt einhver dæmi svona? Við erum til dæmis með í gær, 5. dag, er vinnustofa hjá Restart. Þar sem að fólk er hvatt til að koma, eða var hvatt til að koma með raftæki til dæmis sem eru biluð og fær hjálp við að gera við þau. Þannig má lengja líf þeirra. Og var ekki verið að sauma poka á Amtbókasafninu? Jú, svona fjölnotapoka? Sauma poka á Amtbókasafninu og svo var opið hús hjá Plastiðinni Bjargi. Þar sem fólk gæti komið að kynna sér endurvinnslu á kertaafgöngum. Svo voru síðasta laugardag með á Gil kaffihúsi, þá kom hún Jonna og var með ýmis nýtniráð. En svo er þessar nýtnivíkur hafa ákveðið þema og þemað í ár var, eða er spilliefni. Þannig á morgun laugardag verður upp á gámasvæðinu, verður gámaþjónustan með kynningu. Hvað eru spilliefni? Og hvað á að gera við þau? Og hvað á að gera við þau, því að þau lenda allt og oft í ruslinu okkar. Þetta er svona kannski sá flokkur sem við eigum erfiðast með að átta okkur á. Er þetta rusl? Getur við sagt okkur nokkur dæmi hérna í sjónvarpi og kynnt þetta þannig aðeins fyrir okkur? Hvað á að gera við klórin sem við fáum? Við erum að klóra mikið og nota klór. Hvað eigum við að gera við Málingaafganga og fleira. Matarolíu, hvað á að gera við matarolíu sem við erum búin að steikja upp? Það er hægt að skila henni á Græntastöðum. En ef það fer í vaskinn, hvað þá? Hún á ekki að fara í vaskinn. Nei. Þó þessi bara snottir í svona neðst í pönnu. Á maður að safna þessu saman? Maður á að safna þessu saman. Maður getur fengið grænutrektina, meðal annars niðri í Ráðhúsi, sem maður smellir á gosflösku og svo bara safnar maður þessu og fer og skilar á Græntastöðunum. Þetta er mikilvægt málefni. Tíminn er náttúrulega hlaupinn frá okkur en við þurfum bara öll að taka höndum saman. Það er ekkert eitthvað hægt að hika lengur eða nokkuð. Ég meina, við getum alltaf bætt okkur. Við getum bætt okkur. Þó Akureyri, eins og þú nefndir áðan, sé leiðandi í svona flokkunarmálum. Og við sjáum það í úrgangstölunum að því miður er magnið til urðunar að aukast. Það er bara alls ekki nógu gott. Við getum flokka betur. Við ætlum að gera betur, er það ekki? Algjörlega. Notum aðvendina svolítið í það kannski. Takk kærlega fyrir komuna. Takk.